10. liðar á útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 3. september. Þar undir 18. liður rafræn gagnagátt fjármál Reykjavíkurborgar til samþykktar og fundargerð borgarráðs frá 10. september. Borgarfulltrúi Halldór Heiðar Svansson hefur óskað eftir að taka til máls. Borgarfulltrúin má endilega taka til máls. Forseti og borgarstjórn, hér liggur fyrir mál sem ánægjulegt að gera grein fyrir. Þetta eru tillögur hvernig að útfæra rafræna gagnagátt fjármál Reykjavíkurborgar. Þetta mál sem rætur sínar að rekja til tillögu sem kom frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili og var samþykkt einróma í borgarstjórn á fundi hennar þann 2. október 2012 og út frá þessu þá var myndaður starfshópur sem skilaði af sér tillögum. Þær tillögur voru síðan teknar inn til umfjöllunar í ráðinu sem ég veiti núna formennsku, stjórnskipunar- og lýðræðisráði, og þar fólum við fjármálaskrifstofu að setja niður plan hvernig ætti að gera þetta og hver kostnaðurinn að yrði, og það sem sé hér komið og hefur verið tekið til umfjöllunar og samþykktar bæði í stjórnskipunar- og lýðræðisráði og svo borgarráði og verið samþykkt þar einróma, enda þetta nokkuð þverpólitískt mál. Þetta sem sé útlistun bæði á opnum hrákögnum og það lítur bæði, sá hluti lítur að almennu vinnulagi hvernig á að fara með opin gögn. Opin gögn eru sem sé gögn sem bara sett út á tölvulegslegu formi svo að aðrir geti skrifað forrit sem að lesa þau og gera eitthvað úr þeim. Hvort sem að það sett fram með myndrænum hætti eða hvort það notað í app eða hvað svo sem að fólki dettur í huga að gera. Og þetta eftir þeirri hugmyndafræði að það eigi bara að vinna sem minnst með gögnin, heldur bara að henda þeim út og sjá hvað aðrir gera við þau. Þetta í fullu samræmi við markmið í nýju upplýsingastefnu borgarinnar opin gögn. Það sem kveðið á að opna eigi sem mest af gögnum og að þau eigi að vera endurnýtanleg og ekki að krefjast endurgjalds fyrir þau. Svo líka þarna áætlun hvernig má setja upp svona flottari myndræna rafræna gagnagátt þar sem aðeins búið að vinna með gögnin og það mun taka aðeins lengri tíma en mér skilst að hinn hlutin opnu gögnin eigi ekki að taka langan tíma núna þegar fyrir liggur hvernig að útfæra þetta. Og hér til umfjöllunar fjárhagslegi hlutin. Það þarf að koma þessi fyrir í fjárhagsáætlun. Mér reyndar skilst að þarna kveðið á kostnað við verkefnisstjóra og aðra sem að þurfa að vinna við þetta, en mér skilst að fjármálaskrifstofa sjáu fyrir sér að þetta verði hægt að inna af hendi sem bara hluta þeirra reglubundnu vinnu en ekki þurfa sérstakar fjárheimildir. Það sem að muni þurfa það væri aðalega útboð á hugbúnaðarkerfum og annað sem að jafnvel rúmast innan einhverja reglubundina liða sem að fara í hugbúnaðarþróun hérna. En þessu sem sé vísa hérna áfram eftir því sem ég skilst til fjárhagsáætlunargerðar. Það mjög ánægjulegt að sjá þetta koma til framkvæmdar fljótlega, af því að ekki síst vegna fjárhagsstöðu borgarinnar það sem að brýnt og allir eru sammála að fara í mjög ítarlega rýningu á rekstrinum og hvar eru tækifæri til að hagræða. Það náttúrulega hluti af hugmyndafræðinni eins og þetta var lagt fram upphaflega og ég tek undir af tillögu flytjanda á sínum tíma að hluti af hugmyndafræðinni akkúrat að svona opnun á bókhaldið og fjárhaginn
gefi svigrúm og tækifæri til þess að allir sem vilja og geta hafi kost á því að rýna fjármálin og þetta geti orðið svona hálfgert samvinnuverkefni. Hvernig farið með okkar sameiginlegu sjóði. En ég hef tekið hérna saman í samráði við aðra borgarfulltrúa sem að lögð fram af öllum flokkum, af fulltrúum allra flokka og svona samantekt úr bókunum sem að lagðar voru fram í borgarráði og stjórnkerfis- og lýðræðisráði og hún svo hljóðandi. Borgarstjórn fagnar því að vinna við innleiðingu rafrænnar gagnagáttar fjármál Reykjavíkur borgar sé komin að þann stað að fyrir liggi tímasetnar og kostnaðarmetnar tillögur hvernig standaði að henni sem á opnun gagna borgarinnar almennt. Málið á rætur sínar að rekja til tillögu Sjálfstæðisflokksins sem samþykkt var einróma á fundi borgarstjórnar 2. október 2012 en á þessu kjörtímabili hefur því verið fylgt eftir í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Gagnsæi í rekstri borgarinnar hjálpar til við skilvirka stjórn hennar sem á gefur almenningi færi á að veita henni aðhald og því mikilvægur liður í þeirri rekstrarhagræðingu sem borgin stendur frammi fyrir. Tillögunar eru jafnframt í fullu samræmi við það markmið opin gögn sem finna má í nýrri upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í borgarráði á fundi þess 9. júlí síðastliðinn. Mælst til að fjármálaskrifstofa leiti leiða til þess að inna verkefni sem skapast vegna tillagnanna af hendi með sem hagkvæmustum hætti. Takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, tek til máls undir liðnum fundargerð borgarráðs á 10. september vegna þess að ég sé hvernig afgreitt hefur verið tillaga sem að lögð var hérna fram í borgarstjórn í júnímánuði og henni vísað síðan inn í borgarráð þar sem hún beið í 3 mánuði eftir afgreiðslu og tillagan svohljóðandi með leyfi forseta. Mikilvægt að viðhald gatna sæti ekki afgangi, enda hefur það sýnt sig að frestun viðhalds leiði til aukinnar slysatíðni og meiri útgjaldaþunga síðan meir fyrir borgarsjóð. Við það bætist að margir vegfarendur hafa orðið að taka á sig kostnað vegna tjóns sem þeir eru orðið fyrir vegna aksturs á illa förnum malbikuðum götum. Raunhæf viðmið og markmiðasetning skortir en tilgangurinn með slíku ætti að vera tryggja fullnægjandi og jafnt ástand gatna. Lagt til að mótuð verði viðhaldsstefna vegna gatnaframkvæmda. Borgarráði verði falið að stýra vinnunni og skipi verkefnahóp. Stýri verkefnahóp. Í þeim tilgangi að semja drög að stefnu viðhald gatna. Stefna verði síðan lögð fyrir borgarstjórn til umræðu og afgreiðslu. Þessu var sem sagt vísað til borgarráðs og það verið að óska eftir því að skipaður sé verkefnahópur og eins og kom fram þegar þessi tillaga var lögð fram þá þetta bara í beinu framhaldi af skýrslu, úttektarskýrslu sem að innri endurskoðun gerði þar sem að hún lagði til að slík vinna færi fram og það var gagnrýnt að það skulle ekki hafa verið gert fram til þessa. Og hvað skeði svo? Svo kemur sem sagt tillagan inn í borgarráð og meirihlutinn tekur sér saman það að fella hana með stæl, öll sem einn og þykir væntanlega fínt. En hvað verið að gera? Jú, það verið að fella þessa tillögu en að vísa vinnunu engu að síður inn í verkefnahóp sem að vinna að því að skoða innri leigu fasteigna og þá gatna líka. Það sem var ekki hægt að samþykkja tillöguna sem þó raunverulega samþykkt. Og þá verður manni auðvitað, þá var ekkert annað sem kemur upp í hugan annað það að ástæðan fyrir því að þessi tillaga var ekki samþykkt var svo að hún var ekki borin upp af meirihlutanum heldur af Sjálfstæðisflokknum hér sem í minnihluta í borgarstjórn. Þetta núna til að byrja með í ósamræmi við þessa ágætu bókun sem að borgarfulltrúinn Halldór Auðar Svansson var hérna að lesa upp þar sem hann getur þó það hvaðan tillögur koma. Og í bókun meirihlutans sagt nú þegar störfum, það stendur, telji ekki þörf fyrir að setja upp hópur kjörinna fulltrúa til að fjalla málið. Það kemur hvergi fram í þessari tillögu. Það var þetta lagt til að það yrði skipaður hópur kjörinna fulltrúa. Það var bara að borgarráð setti upp verkefnahóp til að vinna að þessu máli. Þetta var ekkert pólitískt mál, þetta bara mál sem bara svona nauðsynlegt mál. Bara sem innri endurskoðun segir að sé nauðsynlegt og þetta var lagt fram hér. En það var auðvitað ekki hægt að samþykkja það. Og ég bara miður að þessi vinnubrögð skuli vera svona með þessum hætti.
Þegar málið var til afgreiðslu hér í borgarstjórn, það sagði borgarstjórnin með leyfi forseta, borgarstjóri sagði vísa til borgarráðs þar sem farið verður yfir þá stefnu sem þegar í drögum. Það er nefnilega það. Enginn hafði heyrt það að einhver stefna væri í drögum. Það hafði enginn heyrt það. Allavega við borgarráðsmenn höfum aldrei heyrt það. Svo líða 3 mánuðir þar til afgreitt í borgarráði og það er engin stefna í drögum. Það er bara að vísa þessu inn í verkefnahóp. Þannig að það lá engin stefna fyrir í drögum. Það er bara tilbúningur. Bara tilbúningur til þess að komast hjá því að samþykkja sjálfsagðar tillögur sem bornar eru fram að minnihlutanum hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er langur vegur frá að það sé eitthvað sérstakt markmið okkar sem að stöndum að þessu meirihluta að fella tillögur sem eru bornar fram af öðrum, þessu tilviki Sjálfstæðisflokknum, enda höfum við reynt að samþykkja allar góðar tillögur sem framkoma en síðan fellum við tillögur sem við teljum að sé ekki góðar. Varandi þessa tillögu hér þá var það nú einfaldlega svo að skoðun leiddi í ljós að það væri engin sérstök þörf á þessum hóp og ég svona og matið einfaldlega það að viðhald gatna sé tæknilegt úrlausnarefni og ég skildi tillöguna þannig að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson eða þeir sem lögðu tillöguna fram, þeir vildu þarna að kjörnir fulltrúar kæmu að því að forgangsraða viðhaldi gatna. Það var ekki hægt að skilja það öðruvísi og í umræðum tillöguna þá var því ekki mótmælt að það væri skilningurinn. Og málið er einfaldlega þetta, viðhald gatna er tæknilegt úrlausnarefni. Við eins og það er ákveðin hversu miklu fjármagn við veitum til viðhalds gatna, þar liggur okkar stefnumótun, þar liggur okkar forgangsröðun og ég held að það sé bara hárréttur staður, þannig á það að vera. Nú eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Júlíus Vífill Ingvarssonar, þá er reyndar þegar að störfum hópur sem er að skoða forsendur á leigu gatna og viðhaldi gatna og við munum fá niðurstöðu þess hóps vonandi sem fyrst. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar og þá svara borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvari. Já, forseti, þetta var ágætt hjá borgarfulltrúanum. Hann sett að viðurkenna það að hann bara misskildi tillöguna. Hann taldi það að við varum að segja eitthvað allt annað heldur en við sögðum. Það er bara mjög alvarlegt ef að formaður borgarráðs er að ganga á afgreiða tillögur með þessum hætti. Ég bara mæli þá með því að hann tæki tillöguna upp að nýju, bera hana aftur upp í borgarráðu og afgreiða hana með þeim hætti sem vera ber. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, hafi ég misskilið tillöguna, þá verður öll umræða sem hana fór líka verið byggð á misskilningi og þá er umsögn sem að gerð var tillöguna líka verið byggð á misskilningi og þá er tillagan bara svo óskýr að hún alla tæk. Það er nú einfaldlega þannig. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að svara andsvari, veita andsvari öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Nei, forseti, ég ætla nú ekki að fara að standa í einhverju orðaskaki hérna út á ekki neitt við borgarfulltrúan Björn Blöndal. Hann svona er nú að hrekjast úr einu víginu í annað, gefa sér eitthvað bara svona eftir hendinni, það er miður. Ég er bara hvetandi vandaðri vinnubragða heldur að minn sé hér fram til þessa. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, þá er andsvarinu lokið og háttvirtur borgarstjóri tekur næstu til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það verður að segja að þetta er nokkuð góður fundur hjá borgarfulltrúa Júlíusi Vífill Ingvarssyni. Hann hefur kallað eftir uppgjöf Kristínar Soffíu Jónsdóttur, borgarfulltrúa, og núna ráðþroti formanns borgarráðs, Björns Blöndal. En nóg það, ég ætla nú ekki að blanda mér í þessar umræður, heldur víkja fundargerð borgarráðs frá 3. september, þar sem fjallað var öryggisúttekt Isavia lokun þriðja brautarinnar á Reykjavíkurflugvelli.
Þar dregið skýrt fram að það sé óhætt að loka brautinni þegar horft til viðmiða Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO. Hann reiknast á 97% en alþjóðlegt viðmið að hann eigi ekki að fara niður fyrir 95%. Þegar metnar eru raunverulegar aðstæður byggt á nákvæmum vindmælingum, ástandi flugbrautar, skyggni og skýjahæð og raunverulegri notkun í innanlandsflugi og sjúkraflugi nýting vallarins miðað við að þriðju brautinu sé lokað enn betri eða vel yfir 98%. Lækkun nýtingar vegna lokunar þriðju brautarinnar reiknast 0,6%. Öryggisúttektin sýnir þannig fram á að ljóst með mildunaráðstöfun að loka brautinni þannig ásættanlegt sé. Og mikilvægt að það gangi eftir í samræmi við samninga ríkis og borgar þar á undanförnum árum, nú síðan samning Reykjavíkurborgar og ríkisins sem samþykktur var einróma í borgarráði þann 31. október 2013. Ég tek þetta upp hér því að það hefur lengi verið beðið eftir þessari úttekt, eins og var beðið eftir niðurstöðu svokallaðrar Rögnunefndar sem lá fyrir í júní. En að því að hér var rifjað upp að samningarnir lokun brautarinnar voru einróma og nú liggur þessi öryggisúttekt fyrir, þá vil ég spurja í þessari opnu málstofu hvort það ekki megi treysta því að þeir flokkar sem hafa haft fyrirvara á lokun brautarinnar á meðan öryggisúttektarinnar veri beðið og niðurstöðu Rögnunefndar veri beðið, geti ekki talað skýrt það að þeir muni styðja uppbyggingu á Hlíðarenda og önnur mikilvæg uppbyggingamál sem snerta þessa þriðju braut. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá veitir borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir andsvar við ræðu borgarstjóra. Frú forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla bara að taka fram að í ræðu borgarstjóra þá talaði hann að þeir flokkar sem hefðu haft fyrirvara, það bara einn flokkur, það ekki Framsókn flugvallavinir. Við höfum staðið algjörlega teinrétt í þessu máli og hafnað öllum tillögum eins og hefur sést á þeim bókunum sem við höfum gert. Þannig að ég trúi því að borgarstjóri sé að beina þessari fyrirspurninni til hins flokksins í minnihluta. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið og næsta borgarfulltrúi Halldór Halldórsson varstu að biðja orðið. Já, þá Greta Björg Egilsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarstjóri og kæra borgarstjórn. Eins og háttvirtur borgarstjóri kom afsakið, heldur fá að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 3. september síðastliðnum lið 1, svo það ég sé haldið til haga og ég verði ekki ávítt hér því ég stígu punktu. Þannig að ég byrja upp á nýtt. Eins og háttvirtur borgarstjóri kom inn á hér áðan að þá var til umræðu kynning á áhættumati Isavia 5. 3. september síðastliðinn og í kjölfarið lýsti háttvirtur borgarstjóri því yfir í fjölmiðlum að óhætt væri að loka neyðarbrautinni eins og hún oft kölluð og vísaði hann til þess að nýting flugvallarins yrði jafnvel betri ef hann yrði lokað. Enn og aftur virðist borgarstjóri vísa til seinni skýrslu verkfræðistofunnar Eflu sem ber heitið Reykjavíkurflugvöllur áhrif brauta 0624 á nothæfistíma fyrir áætlunarflug og sjúkraflug. Sem skýrsla sem að Samgöngustofa hvorki rýndi né tók afstöðu til vegna þess að hugtakið nothæfistími ekki skilgreint hugtak hvorki í íslenskum reglugerðum lúta að flugvöllum né í ICAO viðauka 14. Áhugavert finnst mér einnig að það sé hægt að fullyrða að nothæfisstaðar flugvallar hækki þegar einna brautamanns lokað án þess að haft sér í huga aukin notkun brautarinnar síðastliðinn vetur. Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur nú sent frá sér bréf bæði til Samgöngustofu, Isavia, innanríkisráðherra og umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis þar sem fram koma mjög alvarlegar athugasemdir við aðra útgáfu áhættumatsskýrslu Isavia varðar lokun brauta 0624 á Reykjavíkurflugvelli.
Þar kemur meðal annars fram að við gerð áhættumatsskýrslu Isavia sem byggði á skýrslum Eflu var ekki notast við alla viðauka og leiðbeiningarefni sem gefið út af Alþjóðaflugmálastofnuninni ICAO og Ísland aðili að, eða allar þær kröfur sem framkoma í íslensku reglugerð flugvelli nr. 464/2007. Að þessu sögðu telur öryggisnefnd Félags íslenskra flugmanna, tilvitnun hefst með leyfi forseta, að skýrsla Eflu frá nóvember 2014 sé ónothæf og það óásættanlegt að áhættumatsskýrsla Isavia byggja á henni við ákvarðanatöku breytt fyrirkomulag Reykjavíkurflugvallar, tilvitnun lýkur. Framsókn og flugvallarvinir hafa ítrekað bent á að skýrsla Eflu nothæfisstuðul sé ekki fullkláruð miðað við það leiðbeiningarefni sem fylgir viðauka 14 frá Alþjóðaflugmálastofnuninni og fram kemur í íslenskri reglugerð nr. 464/2007. Þar má meðal annars nefna hömlunarástand flugbrauta, skyggni og skýjahæð og vindhviður, en eðlilegt að reikna þessar breytur saman þegar að reikna á út nothæfisstuðul flugvalla en ekki sitt í hvoru lagi eins og gert í áhættumati Isavia og bréf öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna tekur undir. Eins og fram kemur í bréfinu að ekki sé tekið tillit til sjúkraflugs í áhættumatinu varðandi reikning á hliðarvindstuðli en samkvæmt reglugerð ber að taka tillit til þeirra flugvéla sem að flugvöllunum þjónar. Að fara yfir alla þau punkta sem bent á í áðurnefndu bréfi væri of langt og flókið mál og því munum við í Framsókn og flugvöllunum senda öllum borgarfulltrúum bréf til upplýsinga nú þegar ég stíg hér úr pontu. Það hljóta allir að telja að það sé grundvallaratriði að úrvinnsla sem varðar flugöryggismál sé unnið með lögmætum og óvéfengjanlegum hætti eins og krafa öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna. Einnig má ekki gleyma nýsamþykktir upplýsingastefnu borgarinnar þar sem kemur skýrt fram að ákvarðanir þurfi að byggja á bestu fáanlegu upplýsingum og almenningur og aðrir hagsmunaaðilar þurfi að vera vel upplýstir ákvarðanir og forsendur þeirra. Við biðjum bókun undir þessum lið. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það athyglisvert í þessari umræðu skýrslur Eflu og öryggisúttektina að hér sveiflar fólk sér milli skýrslna eftir því sem hentar. Í annarri skýrslunni fylgt leiðbeiningum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og þar kemur fram að notkunarhlutfallið með 2 brautum 97% sem ásættanlegt. Síðan þegar skoðaðar flugvélategundirnar þá þola þær reyndar meiri hliðarvind heldur en þessar leiðbeiningar kveða á Þannig að það beinlínis rangt að það sé ekki skoðaðar þær vélar sem notaðar í sjúkraflugi. Það einmitt það sem verið að gera í seinni skýrslunni. En seinni skýrslan gengur lengra heldur en leiðbeiningar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, enda eru þær til viðmiðunar þegar verið að gera nýja velli, en við búum svo vel við eigum langar tímaraðir með nákvæmum upplýsingum vind á hverjum einasta flugbrautarenda sem að notast við í þessum úttektum og þessum skýrslum. Ég held að niðurstaðan sé sú að þarna hafi verið unnið býsna ítarlegt og gaumgæfilegt verk. Það hefur tekið langan tíma, sem myndi segja allt of langan tíma, en eftirlitsaðilinn í þessu á að vera Samgöngustofa og Samgöngustofa hefur farið yfir fyrri skýrsluna vegna þess að hún fylgdi leiðbeiningum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en ekki seinni skýrslunni sem sýndi betri niðurstöður fyrir raunverulegt flug vegna þess að þar var verið að meta raunverulega flugvallategundir sem nota völlinn og raunverulega lendingar aftur í tímann. Það á hins vegar greinilega að reyna að halda uppi einhverju óöryggi umræðunni hér í sölum borgarstjórnar með því að sveifla sér á milli skýrslnanna, en þær býsna skýrar þegar þær lesnar. Það róa þá sem höfðu áhyggjur af öryggismálunum varðandi lokun þriðjubrautarinnar og nú þarf það að ganga eftir. Og ég ítreka annars spurningu mína varðandi afstöðu annarra borgarfulltrúa. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá veitir borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarstjóri og kæri borgarstjórn, það ekki áætlun okkar í Framsókn og flugvöllunum að halda uppi einhverju óvissu í þessu máli og við höfum svo sannarlega ekki sveiflað okkur á milli skýrslna. Það sem borgarstjóri kemur hér inn á og ég kom inn á áðan í máli mínu að skýrsla 2, seinni skýrsla sem Efla gerði, Samgöngustofa hefur ekki tekið
afstöðu til þeirra skýrslu vegna þess að hugtakið nothæfistími ekki skilgrænt hugtak. Og þess vegna leituðu þeir eingöngu til skýrslu 1, en eins og bara ég bendi að háttvirtum borgarstjóra og borgarfulltrúum á að bara kynna sér í bréfi Félags íslenskra atvinnuflugmanna, öryggisnefndar þeirra sem ég bara var að senda ykkur í pósti, að þar bent á leiðbeiningarefni frá ICAO sem var ekki tekið tillit til við gerð fyrir skýrslu Eflu. Og þar af leiðandi þarf að skoða máli betur að okkar mati. Varðandi raunverulegt flug að þá verið að tala yfirleitt viðmiðun á flugtaksvegalengd og sjúkraflugvélar sem eru með viðmiðun á flugtaksvegalengd undir 1200 metrum, að þar þarf að reikna með 10 knúta hliðarvind og það hefur ekkert með það að gera brauta lengdina per se þegar verið að finna út þann hliðarvindstuðul sem að reikna miða á við. Það kemur einungis fram frá framleiðenda flugvélarinnar. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið við að veita andsvar við ræðu borgarstjóra og þá andsvarum lokið og Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góði borgarfulltrúar. Þetta nú eiginlega ekki annað hægt en að gleðjast yfir því að borgarstjóri hafi farið að stað með óundirbúnar fyrirspurnir. Við erum búin að leggja það til að það verði svona fyrsti liður á dagskrá, óundirbúnar fyrirspurnir og ég mæli nú með því að við förum að klára það mál. Það svona brýtur upp það fundaform sem við erum með hér og getur orðið skemmtilegra. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins boðum það að við viljum taka umræðu þetta á næsta borgarstjórnarfundi, fara bara vel í gegnum þessi mál. Staðan á þessu núna varðandi braut 0624, svo kallaða neyðarbraut, auðvitað sú að nú búið að skila skýrslum þetta mál. Það ágreiningur þær skýrslur eins og kom hér fram áðan. Félag íslenskra atvinnuflugmanna telur að áhættumat Isavia byggi ekki á réttum forsendum frá Eflu og svo framvegis. Ég hef ekki faglega forsendu til þess að leggja mat á það. Ég hins vegar verð að treysta því að okkar kerfi geti að lokum afgreitt það mál og það allt saman ríkismegin, það ekki hérna hjá okkur í borginni. Þetta snýst öryggismál. Máli þar að leiðandi í höndum þeirra sem að fara með flugöryggi og flugmál og þannig að næsta skref verður stigið þar. Það ljóst í mínum huga. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og göngum til atkvæða 18. lið fundargerðar borgarráðs frá 3. september. Þeir sem samþykkja það gefi merki. 18. liður borgarráðs frá 3. september rafræna gagnagátt. Nei, tillaga þar sem til samþykktar. Þau sem samþykkja það gefi merki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við göngum til 11. liðar sem fundargerð forsætisnefndar frá 11. september.